Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir, tekur til máls og beinir fyrirspurn sinni til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegi forseti, það dró til nokkurra tíðinda hér í þingsal á föstudaginn var þegar Eygló Harðardóttir, hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra, sat hjá við afgreiðslu fjármálastefnu til framtíðar. Hér var að ræða verkfæri sem að margir hér höfðu haft mjög mikla trú á að væru til bóta. Við værum að horfa hér fram í lengri framtíð heldur en sem nemur fjárlögum hvers árs og voru nokkrar væntingar sem að fólk hafði til þessa verkfæris. Þetta voru auðvitað bæði pólitísk tíðindi og snúin fyrir ríkisstjórnina eins og fram hefur komið og hæstv. fjármálaráðherra var í nokkrum vanda frammi fyrir þessari stöðu í ríkisstjórninni. Ekki síst vegna þess að hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra rökstuddi sitt mál með því að það væri ekki verið að huga nægilega vel að lífeyrisþegum og barnafjölskyldum inn í framtíðina og hún af þeim sökum gæti ekki stutt þetta mál. Félagsmálaráðherra ríkisstjórnarinnar segir sem sé að það sé ekki verið að horfa til þessara hópa þegar við loksins fáum tækifæri til að gera áætlun til lengri framtíðar. Mig langar af þessum ástæðum að spyrja hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, því að hann skrifaði jú bréf sjálfur til kjósenda, eldri borgara meðal kjósenda, í kosningabaráttunni 2013, þar sem að hann listar upp það sem Sjálfstæðisflokkurinn muni gera og orðar með leyfi forseta til að það megi verða þarfnast Sjálfstæðisflokkurinn stuðnings þíns á laugardaginn. Telur hæstv. fjármálaráðherra að hann sem formaður Sjálfstæðisflokksins hafi staðið við þau áform sem koma fram í þessu bréfi, þau loforð sem að hann lofaði sínum kjósendum, sem að hlýtur að orka tvímælis frammi fyrir orðum félagsmálaráðherrans sem segir að þessum málum sé ekki tryggilega fyrir komið í framtíðarsýn þess sama ráðherra. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson, tekur til máls. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir þessa fyrirspurn og þetta eru sannarlega mikilvæg mál til þess að ræða hér í þinginu. Fyrst varðandi bréfið, já, ég held að við höfum staðið afskaplega vel við þau loforð sem að þar eru tíunduð. Menn hafa staldrað sérstaklega við það að við ætluðum að afnema tekjutengingar vegna lífeyrisgreiðslna. En það var einmitt fyrsta verk þessarar ríkisstjórnar að afnema þá svívirðu sem tekjutenging grunnlífeyrisins var. Það gerðum við okkar fyrstu dögum. Að öðru leyti tel ég að allt það sem að fram kemur í bréfinu standist vel skoðun þegar kemur að samanburði við þær aðgerðir sem við höfum beitt okkur fyrir. Varðandi langtíma áætlunina, þá langar maður að segja tvennt. Annars vegar þetta. Þegar að við vorum hér að ræða stöðugleika skatt, stöðugleika framlög, þá var hér í þessum þingsal oft talað það að það mætti ekki gerast að sú ríkisstjórn sem að nú situr myndi nota stöðugleika framlögin eða stöðugleika skattinn til þess að hífa sig upp í aðdraganda kosninga og eyða þeim í kosningaloforð. Nú eru síðan liðnir nokkrir mánuðir og hér stend ég með nýsamþykkta ríkisfjármálaáætlun og ligg undir ámæli frá þessum sömu þingmönnum sem að sögðu að við mættum alls ekki eyða þessu öllu í einhver ný útgjaldatilefni og ligg undir ámæli fyrir það að vera ekki að eyða nægilega miklum peningum í hin ýmsu kerfi ríkisins. Menn eru búin að tala sér sem sagt alveg í fullkominn hring. Í öðru lagi vil ég segja það að þegar að hæstv. núverandi félagsmálaráðherra var hér óbreyttur þingmaður í stjórnarandstöðu, þá satt hún í formennsku fyrir verðtryggingarnefnd og meðal meginniðurstaðna þeirrar nefndar var að við yrðum að vinna til framtíðar á grundvelli svokallaðra rammafjárlaga, sem er nákvæmlega sama hugmynd eins og langtímaáætlun í ríkisfjármálum. Virðulegi forseti, ég tel að þegar við skoðum sviðið, við skoðum að sanngirni það sem að þessi ríkisstjórn hefur verið að vinna að í þessum málum sem öðrum, að þá höfum við nýtt það svigrúm sem skapast hefur í ríkisfjármálunum á undanförnum árum afskaplega vel. Við höfum aukið svigrúmið með sérstökum ráðstöfunum, til dæmis með því að skattleggja slitabúin, hlíft þannig fjölskyldunum í landinu, vinnandi fólki, og við höfum ráðstafað svigrúminu í velferðarmál. Svandís Svavarsdóttir, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, tekur til máls á ný. Forseti, ég þakka hæstv. ráðherra svörin.
en vil spyrja jafnframt, af því að hann talar hér að við höfum nýtt svigrúmið og við höfum aukið svigrúmið. Hvenær er komið að því að svigrúm í ríkisbúskapnum sé notað í þágu elli- og örorkulífeyrisþega? Hvenær er komið að því, ef það er ekki komið að því núna, ef það er ekki komið að því í nýrri ríkisfjármálaáætlun hæstv. Ráðherra, hver er raunveruleg forgangsröðun ráðherrans? Það liggur fyrir að það var einstakt tækifæri við fjárlagagerðina í desember síðastliðnum til að skapa þverpólitíska sátt, mér liggur við að segja þjóðarsátt raunverulegar kjarabætur fyrir þetta fólk. Það var verulegur samhljómur með þeim áherslum út allt samfélag. Hvar er forgangsröðunin ef hæstv. Fjármálaráðherra telur að það hafi ekki verið tækifæri til þess að gera betur við þetta fólk á þeim tímapunkti og inn í framtíðinni? Bjarni Benediktsson, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, tekur til máls á ný. Virðulegi forseti, ég átta mig ekki alveg á þessari ræðu þegar því haldið fram að ég hafi sagt að hafi ekki verið svigrúm til þess að gera betur. Það hefur einmitt verið svigrúm sem við höfum skapað til þess að gera betur. Þess vegna erum við í dag að setja rétt 28 milljörðum meira í almannatryggingakerfið heldur en áttu við þegar við tókum við. Það bil 5 milljarðar af þessum 28 eru vegna fjölgunar nýrra bótaþega. Stærsti hlutinn er vegna þess að við höfum hækkað bæturnar. Mér er til efs að hægt sé að finna annað jafn langt tímabil eins og það sem við erum hér að ræða þetta kjörtímabil, þar sem að kaupmáttur bóta hefur vaxið jafn ört. Bætur hækka eins og verðlag eða laun, hvort sem hækkar hærra. Fylgi bætur verðlagi, þá er engin kaupmáttaraukning. Fylgi bætur launum, þegar að verðbólga er jafn lág eins og nú hefur átt við, þá verður mikil kaupmáttaraukning. Og hún hefur orðið slík á undanförnu. Ég held að það verði erfitt að finna annað eins kaupmáttartímabil bóta eins og það sem að nú er nýliðið. Það breytir því ekki, sem ég og hv. þingmaður erum sammála að við þurfum að halda áfram að gera betur. Og það eru góðu tíðindin í ríkisfjármálaáætluninni. Við erum að fá alvöru viðspyrnu til þess að setja meira og gera betur. Og vegna annarra fyrirspurna sem hér hefur komið fram, þá tel ég að það eigi að gera á grundvelli endurbættra laga almannatryggingar.